Við biðjumst velvirðingar á því að nú verður flutt leikritið með öðrum orðum. Svakamála-leikrit í tiltölulega mörgum þáttum miðað við fólksfjölda. Verk þetta fannst við fornleifa uppgröft að Hofi á Holtströnd en hefur nú verið endurunnið í upprunalegri mynd. Níundi þáttur. Morðið er laust. Við breiða og velupplýsta götu á besta stað í borginni. Við breiða og velupplýsta götu á besta stað í borginni stendur reisulegt hús með stórum og fallegum garði. Þakskeggið er flúrað í nýklassískum stíl og útidyrahurðin myndar skemmtilegan samhljóm við hvítkalkaða útveggi. Í innkeyrslunni stendur glæsilegur gljáfaður vagn af amerískri gerð. Góðir hlustendur, þarna bý ég ásamt fjölskyldu minni. Við erum nýflutt inn í þetta gullfallega hús, 6 herbergi og eldhús, borðkrókur og 2 baðherbergi, metið á rúmar 8 milljónir. Þar af 70% út og eftirstöð var aðeins á... Nei, nú er mér nóg boðið. Nei, fyrirgefðu, ég... Sko, þetta gengur ekki svona. Hver heldur að hafi áhuga á þínum persónulegu málum? Ég skipti bara stöð. Þetta er á Veðurstofu Íslands, veðrið klukkan 18. Blíðumúli, suðvestan 7, úrkoma á síðustu klukkustund, skyggni fágætt, hiti 3 stig, Blaðurhólsmýri, suðvestan suð, úrkoma á síðustu stundu, skyggni skítsæmilegt, hiti 39,5 og beinverkir, regingnýpa, hjálp, þeir eru að reyna að drepa mig, sendið aðstoð í kvelli helvítin ykkar, hjálp. Hiti -17 stig, galtarsviti, ekki hundi út sigandi, skyggni, svona la. Síðar sama kvöld sátu þeir Harry Rögnvalds einkaspæjari og Heimir Snitsel aðstofamaður hans á skrifstofu Jörundar veðurstofustjóra. Harry? Já, Eivur. Ég var að spöggla það. Já. Hvað akkur veðurstofustjóra svona fram og aftur? Ég segi hvað það alveg eins og ég hef þungar áhyggjur að þessu, þungar áhyggjur. Hefurðu veikt að þér? Þvíðu, Heimir. Ok. Og ég treysti því að það sem ég segi ykkur núna verði bara okkar á milli. Að sjálfsögðu, Jörundur. Þannig er að undanfarið höfum við fengið mjög dularfull veðurskeyti frá regingnýpu og við erum ákaflega aukandi við því að eitthvað skuggalegt sé að gerast þetta hálendinu, eitthvað verulega skuggalegt. Þetta er ekki einleikið. Hvað er þetta þá margleikið? Heimir. Nei, ég var bara að spöggla svona. Haltu áfram, Jörundur. Þetta er auðvitað allt í trúnaði, en síðustu árin hafa veðurathuganamenn á regingnýpu horfið sporlaust hver á fætur öðrum, bara sporlaust. Heitt góðan veðurdag hafa veðurskeytin bara hætt að berast. Og það hefur sem sagt aldrei gerst í vondu veðri. Bara einn góðan veðurdag. Og hefur aldrei fundist skýring á þessu? Ekki nokkur einasta. Og nú er svo komið að það fæst ekki nokkur kjaftur til að fara þarna upp eftir. Síðasta Hálmstráð var að senda hann Sigtrygg. Hann er búinn að vera okkar traustasti veðurathugunarmaður í áraraðir. Það virtist líka allt ganga eins og best að þá kosið lengi vel. En núna eru veðurskeytin sem berast frá honum svo undarleg að okkur hætti að standa á sama, bara hætti að standa á sama. Hvað er þetta? Þetta er bara loftvog. Og hvað viltu að við gerum? Nú ég vel að þið bregðu ykkur hann upp á hálendið og kannið hvað í óskópunum er að vera á regingnýpu. Hún er þessi snið og þessi loftvog. Nei, Heimir, ekki fikta, ekki! Æ, nú féll loftvogin. Harry og Heimir hófust nú handa við að búa sig undir erfiða og hættulega ferð upp á hálendið, eða eins og Harry orðaði það. Heimir, ég held að þetta sé rétt hjá sögumanninum. Við verðum að vera við öllu búnir. Við gætum lent í verulegri hættu. Gætum lent í hverju? Hættu! Ok. Hvað? Áttu ekki að halda áfram að pakka? Nei, hún sagði mér að hætta. Heyrðu, Já. og ég var að spöggla. Já, Heimir. Sko, ég var að spöggla í því. Já. Hvernig finnum við regingnýpu? Og við finnum hana bara á kortinu. Á kortinu? Auðvitað, fífliðið. Já, nei, ég finn hann ekki á kortinu. Nú? Nei, það stendur bara á því gleðileg jól og farsælt komandi ár, þökkum liðið, Fanney og Doddi. Heimir. Þá var barið á dyr. Kom inn. Hvað er að vera? Góðan dag. Var nú ekki óþarf að brjóta hurðina? Þú sagðir kominn, var það ekki? Jú, að vísu. Já, ég er ekki maður sem sóar tímanum í pjatti eins og að taka í hurðarhúna. Er það skilið? Ég er vanur að drífa í hlutunum. Ert þú Harry Rögnvalds einkaspæjari? Það gæti hugsaðst, það fer eftir ýmsu.
Heyrðu ljúfur, ég má ekki vera að þér hlusta á svona útúrsnúninga, er það skilið? Hver ert þú? Ég spurði fyrst, er það skilið? Já, látt hann bara hafa það, Harry. Láta hann hafa það! Það er hann sem er að berja mig, fífluði! Nú, ég ætla að væri bara svona lemja hann í lóan með kinninu. Já, ég er Harry Rögnvalds einkaspæjari! Já, er það skilið? Já, það er skilið, ég er Ísleifur Jökulsson fjallamaður. En, akkur ert á þessum þrúum? Ég kann best við mig öskrandi bil upp á reginfjöllum og mér finnst ekki taka því að taka mig þrúurnar þá sjaldan ég kem til byggða. Já, er það ekki rosalega þrúandi? Þegiðu, Heimir. Já, nei, ég er bara svona spöglur, Má kannski bjóða þér kaffisopa? Kaffi? Það var að sjóða á kallinum, ég ætlaði einmitt að fara að hella upp á könnuna. Upp á könnuna? Við höfum engan tíma til þess, er það skilið? Svona förum við að upp á fjöllum, sjáu þið? Mokaru kaffinu bara þurru upp í þig? Já, og svo helli ég upp á mig, beint úr kallinum. Alltaf nú sopi góður. Já, þetta ekki, svo þið að leið upp á hálendið. Já, það gæti hugsast. Já, við erum einmitt að leið upp á hálendið. Já, er það skilið? Gott og vel, ég kem með. Er það skilið? Og okkur vantar engan aðstoðarmann. Þið myndi ekki endast í hálftíma upp á fjöllum aumingjarnar ykkar, en ég þekki hálendið eins og handarbakið á mér. Og þekkir það mjög vel? Hvað? Handarbakið á þig? Þegiðu, Heimir. Ok. Eftir langt og strangt ferðalag voru vinir okkar komnir upp á hálendið ásamt hörkutólunu Ísleifi. Ísleifur hallaði sig fram á stýri snjóbílsins, torræður á svip. Ég var sko ekki torræður á svip frekar en mér sýnist. Það stendur hérna í handritinu. Já, þú getur bara tróð þessu handritinu í. Er það skilið? Guð minn almáttugur, orðbragð í manninum. Já, ég þoli engan pempjuhátt, ef maður má ekki segja. Gjörðu þá, fyrir ykkur, þá getið þið bara. Er það skilið? Það er skilið. Fyrir utan geisaði hríðin koldimm og miskunnalaus, svo varla sá handaskil. Það er bara bandbrjálað við. Ætli maður hafi ekki séð hann svartari. Svartari? Þú meina hvítari? Ha? Harry, er ekki snjórinn hvítur? Þetta kalla vanur fjallamenn ekki veður. Ég get sagt ykkur það, drengir, að einhverju sinni að ég standur upp á Rosahálsi og þá skellur á þetta líka veður. Svo ég stend öngva megin í lappirnar og hvað haldið þið? Haldið ekki að garmarnir fjúki utan að mér þar sem ég var að streða á móti veðrinu? Nú, ég flegi með flötum, það hefur bara ekki nokkuð skapað hlut að segja, því að ég renn bara á maganum eftir hjarninu. Svo fálma ég í kringum mig, næ taki á helvíti miklu bjargi jarðföstum og held í þar, og það var þvílíkur gatturinn og steinin alveg glir anskoti hall að ég átti mesta basli með að halda tökum á honum. Svo ég tekið til bragðs að bíta mig fastan í grjótið, læsi bara tönnunum inn í bjargið og held mér svoleiðis föstum. En hvað skeður? Þegar ég er búinn að halda mér svona föstum á kjaftinum í þetta 2 tíma, þá kemur þessi líka myndkviða og það skipti engum tólum að bjargi tekur upp og flýgur af stað. En þá var ég orðinn svo dofinn í kjaftinum að ég gæti ekki sleppt, svo ég flýg auðvitað með. Er það skilið? Já, það er skilið. Nú, ég flýg hærra og veit auðvitað ekkert á hvaða leið ég er. Nema hvað, til að gera langa sögu stutta, þá endar með því að það dettur á þetta líka logn, alveg úr þörru, og ég steypist eins og beint í sjóinn. Nú ég sé það strax að ég hef stættur þetta 20 sjómunni frá landi, svo ég tek sundtökin, en þið muni eftir því að ég er ennþá með hullungin í kjeftinum, svo ég risti náttúrulega fjandi djúpt í sjónum. Er það skilið? Já, ég held það. Og svo ég geri langa sögu stutta. En það er bara seint. Ha? Já, hún er þegar orðið löng. Þá stými ég inn í höfnina á Fúluvík tæplega viku seinna, búinn að brjóta mér leið í gegnum hafísinn með hlullungnum utan að Ballarhafi. Hvað? Akkur kom ekki píp hérna? Og ég lík því ekki, drengir, að það þurfti 5 fíleldakallmenn og 2 fíleldakvennmenn til að ná steininum úr kjeftinum á mér. Er það skilið? Nei, anskotin, þú lýgur þessu. Já! Og hvað með það? Nei, það er það nú í... Er ekki bíllinn olíulaus? Ég er svo... Augnablik. Sko, ég skil ekki alveg hvað ég er að gera í þessum þætti ef það þarf endilega alltaf að vera að pípa ofan það sem ég er að segja. Annað hvort þarf ég að segja það sem er í brjósti býr eða ég hætti þessu bara.
Sko, ég ráðinn hér sem pípari og ef ég fæ ekki að pípa þegar þörf á, þá get ég alveg eins bara farið. Svona vertu rólegur, maður. Ég alveg sallarólegur. Þetta var nú að heita fjölskylduleikrit og mér var falið að pípa út allt sem gæti kallast ósiðlegt en mér svo sem alveg sama. Þetta djópp hvort sem tómt píp. Verið sælir. Ó, þó fyrr hefði verið. Það má kannski bjóða ykkur hetjónum út í hríðina að bæta olíu á skrjóðinn. Jú takk, ég bara gaman að því. Ertu vissum að þú treystir þér til þess Heimir? Jú, blessaði vertu. Maður hefur nú oft komist í það verra en þetta. Eins og hvenær? Ég man fyrir lá einu sinni 4 vikur í skafli og hafði ekkert að éta nema eina rústinskó. Þú lýgur þessu Heimir? Já. Má maður ljú eins og aðrir? En ég var enga stund að skella olíun á. Þetta minnir mig á félaga minn eitt sem var þvílíkt hörkutól að einhverju sinni gekk ísbjörn á land og hann át hann. Hvað er þetta að segja? Át hann ísbjörnin? Nei, ísbjörnin át hann, en hann heyrðist heldur aldrei hvart yfir því, alveg einstakt hreistimenni. Þú varst snöggur að þessu Heimir. Blessaði vertu maður. Þetta var nú ekki mikið mál. Nei, nú líst mér á það. Hann vill ekki ganga alveg að skrjóðurinn. Þú bættir örugglega olíu á hann, drengur? Já, alveg heilli flösku. Ha? Heilli flösku? Já, það er bara verst að nú eigum við enga olíu eftir út í fiskisúpuna, Harry. Hvað meinarðu? Ég meina ég setti alla matarolíun á bílinn. Matarolíu? Já. Ætlar að segja mér að þú hafa sett matarolíu á bílinn? Ætla ég að segja þér það? Ég er búinn að segja þér það, Harry. Heimir! Hvað er þetta? Við getum alveg étið súpuna olíulausa. Jæja, drengir. Það er þá ekki nema eitt að ræða. Við höldum áfram fótgangandi. Strákar! Strákar, vil ég loka inn til mín á fornskilamann hérna eða hvað? Það var mikið. Þeir félagarnir hlóðu nú öllum fögnum sínum á bak sér og héldu út í glórulausa hríðina á tveimur jafnfljótum. En nema náttúrulega, þeir voru 3 og það gerir, býðum við, 6 jafnfljótir. Já, nema Ísleifur var að vísa svolítið frárra á fætin Harry og Heimir þannig að þetta verður þá kannski 2 jafnfljótir og 4 svolítið hæggengari. Bíða aðeins, við getum eitt að finna út úr þessu, sjáum til sko. Ef við reiknum með því að báðir fætur og Ísleifur séu jafnfljótir, þá getum við reiknum með því að... Ísleifur! Ísleifur! Ertu vissum að við séum á réttri leið? Við erum á réttri leið. Við eigum að fara í norðaustur héðan. Hvernig veistu að þetta sé norðaustur? Var ég ekki búinn að segja ykkur að ég þekkti hálendið eins og handarbakið á mér? Jú! Já, líttu þá á. Þetta er norðaustur og handarbakið á mér og meðan handarbakið snýr svona, þá eigum við að fara í norðaustur. Drífið ykkur nú! Heimir, mér líst ekki á þetta. Ég veit ekki af hverju, en ég treyst honum Ísleif ekki almennilega. Heimir! Hvað var það honum? Guð minn góður, hann er týndur! Heimir! Heimir! Varstu að kalla á mig, Harry? Hvar varstu, Heimir? Fyrirgefðu, Harry. Það er bara svo brjálað veður að ég á svo erfitt með að fylgjast með í handritinu. Það er allt orðið gegnblautt og tuskulegt. Því er nauðrættur að við séum að villast, Heimir. Lítum á kortið! Ok, gleðileg jól og farsæll komandi ár. Heimir! Já, ég er hérna, Harry. Jæja, við skulum ekki gera veður út af þessu. Nei, við þurfum ekkert að gera neitt veður. Það er alveg nóg veður í allt. Ísleifur! Ísleifur! Við treystum okkur ekki lengra. Ef við höldum áfram þá verðum við úti. Já, auðvitað verðum við úti, Harry. Kannski að við verðum inni. Já, datt mér ekki huga því eittust ekki leiki. Jæja, við sláum þá tjöldum hér. Ok. Hvað er þetta að gera, drengur? Já, bara slá tjöldum. Eitt vil ég að sé alveg ljóst. Ég sef einn í tjaldi, enda er ég bara með eins manns tjald. Þið eru vonandi með ykkar eigið. Heimir, þú ættir að sjá það. Já, ég er með gamla tjaldið mitt. Þetta er fermingagjöf. Hefur reyndar ekki notað það síðan ég var 16. Þá var ég í nýjum vesturmannahelgi. Já, drífum það upp, áður en við drepumst úr kulda. Já, auðvitað, Harry. Ef við drepumst úr kulda áður en við tjöldum, þá getum við ekki tjaldað. Hegiðu, Heimir! Ok. Heimir! Já. Þessa verslunarmannahelgi sem þú svafst í tjaldinu þínu Já, Harry. var mikil rigning. Já, hvernig vissirðu það? Mér bara datt það svona í hug. Af hverju? Vegna þess að tjaldið er allt myglað, Heimir! Þá man ég það. Líklega gleymt að þurrka það á sínum tíma. Jæja, það er það. Far þú inn og reistu súlurnar.
þar. Ég skal strekka stögin. Já, ok, Harry. Jæja, það var ekki svo út að koma, Harry. Fínt, Heimir. Ég byrjar á að strekka. Það er víst vissar að taka ekki ómikið á svo að tjaldgarmurinn rifni ekki. Harry, ég finn ekki út ganginn af tjaldinu. Ertu rólegur, Heimir? Harry, ég kemst ekki út. Ég get ekki andað, Harry. Ég verð að komast út. Vertu bara rólegur, Heimir. Útgangurinn er hérna megin. Hérna megin? Hérna megin, Heimir. Mikið gott að fá frískt loft. Þú er búin að rífa tjaldið, hálfvitiðinn. Má maður anda? Jæja, drengir, hvernig gengur að tjálta? Já, ég skil. Gætum við nokkuð fengið að gista hjá þér í stöðu? Ég held við tekið það skýrt fram. Ég veit, en tjaldið okkar er ónýtt. Jæja, þá. En eitt vil ég sé alveg ljóst. Ég vil ekki heyra eina einustu hrótu. Ég þoli ekki menn sem hrjóta, er það skilið? Ef annar kollega hrýtur, skal ég taka hann og... Hvað, ég held að pípara væri farinn? Fyrirgefðu, þetta var bara í tölvúrinu mínu. Ég veit að það sem mann er boðið upp á í þessu starfi. Man er ímest undir öslan til sólalandað upp og örnæmi miða vetur. Og svo veit man ekki svo lengur hverju útastjóri hérna. Vil ég bæta heiti í fótabæði hjá mér strákar? Takk. Harry og Heimir tróðu sem inn í tjaldið til Ísleifs. Já, drengir, ég sef í miðunni. Er það skilið? Já, þú átt að skilið. Já, hver ætlar þá að sofa næst? Neðst? Já, þetta er einsmanns tjald, annar ykkar verður að sofa neðst og hinn næst. Þá ætli ég verð ekki að fórna mér. Já, takk, Harry. Og láta Heimi sofa neðst. Já, meina það, já. Já, ef einhver þarf að bylta sér, þá verðum við að samræma það þannig að við byltum okkur allir í einu. Já, þá lendi ég neðst. Einmitt, hvers vegna hélst að ég hefði heimtað að þú verið í miðunni? Ég skil. Jæja, kom okkur þá fyrir. Jæja, líður ekki allir vel? Nei, ég er neðst. Nú, jæja, reynum aftur. Þetta er allt annað. Nei, þetta er ekki miðjan. Nú, Ég verðum við þá ekki að gera aðra tilraun? jæja, mikið var. Nú er ég næst. Einmitt. Og þá skulum við fara að sofa. Harry. Farðu að sofa, Heimir. Já, en Harry. Já. Ég þarf að pissa. Heimir. Má maður pissa? Nú vil ég fara að fá frið, drengir, er það skilið? Hann Heimir þarf að komast út. Ef þið hafið ykkur ekki hæga, þá hendi ég ykkur báðum út. Já, en ef ég fæ ekki að komast út, þá fljótum við allir út. Er það skilið? Nú, jæja, veltum okkur þá einu sinni enn. Farið það nú í hurðarlaust. Þar brotnaði tjaldsúlan. Drífðu þig út, Heimir. Ok. Þetta minnir mig á kunningja minn eitt sem var svo mikið hörk og tól. Það einu sinni gekk íspjötarland. Ég veit. Og hann átt kunningja þinn. Nei, kunningi minn átt íspjötnin. Og hann heyrðist aldrei kvarta yfir því. Hver? Íspjötnin. Þetta var mikill geðprýðis íspjötn. Rosalega kallt úti. Ég var að brjóta bunun af, Harry. Hvað er þetta að segja? Það ég kom með þér að segja neðan. Sjá hana. Heimir. Hvað er þetta? Við getum bara notað hana fyrir tjaldsúlu. Sjáðu bara, akkurat passlega lung. Og nóttin leið. Fyrirgeði. Heimir. Heimir. Varstu að hvísla á mig, Harry? Hægt að hljóta svona. Þú veist að Ísleifur þolir það ekki. Ég veit. Þú veist að ef við hljótum þá tekur hann okkur og... Þess vegna hlýtur hann að vera svakalega svektur út í sjálfa sig. Nú? Af því það er hann sem er að hrjóta. Ætli hann taki þá sjálfa sig og... Viltu slappa á þess að fjandans tölvúrið þínu? Ok. Nei, þetta er nú einum og fyrr má nú hljóta. Nei, þetta er ekki rótur, Harry. Þetta kemur að utan. Satt segir þau mér. Hver getur verið á ferli upp á regin fjöllum hávetur? Sko ég er að spekulera, Harry. Já, Heimir. Sko ég er að spekulera. Já, segðu það, Heimir. Sko ég er að spekulera. Já. Sko ég er að spekulera. Já, Heimir. Ég er búinn að spekulera. Eða hvað hast þú að segja? Heimir. Nú, bara það. Jæja, góða nú. Hvaða hljóð getur þetta verið? Við erum bara að fara út og aðtúa það, Harry minn. Nei, Heimir, farðu ekki út í hríðina. Heimir! Nei, það er ekki það. Nei, fýtt eftir mér, Heimir!
Hvað í ósköpunum þetta? Mér sýnist þetta vera þyrla. Það rétt hjá þér, Heimir. Þetta þyrla. En hvað hangir neðan úr henni? Nei, hríðin svo dimm. Ég sé ekki raskat. Hérna, Harry. Þetta. Girt upp með þig, Heimir. Þú frýst í hel. Já, ok. Það hangir einhvern flikki neðan úr þyrlunni. Það eins og sé með það í kaðli. Ég var að spuglur, ha? Nei, passaðu þig, Heimir. Lassir að þetta. Kastaðu þér frá. Góður, Heimir, hvað var þetta eiginlega? Það ekki nema ein leið til að komast að því. Nú? Gáða því. Mikið ertu skarpur, Heimir. Já, takk, Harry. Nei, Guð hjálpi mér. Þetta svona rosalega stór steinn. Og hann hefur lent beint ofan á tjaldinu. Ísleifur! Ísleifur! Sagði ég ekki að ég vildi sofa í miðjunni? Jú. En okkur eða þú lent neðstur? Nei, það ekki það. Það féll stórefli steinn ofan á þig. Óha, ég held að það væri þú. Ég? Já, ég held bara að þú svæfur eins og steinn. Þetta minnir mig á kunningja minn sem var svo mikill harmjaxl. Einu sinni gekk hann á landa heila vetur og kvartaði aldrei yfir því. Hver? Ísbjörninn. Hann var náttúrulega blindfullur. En nú ætla ég að geispa golunni. Það skilið? Það skilið. Harry og Heimir heldur áfram fersinni yfir snjóbreiðuna. Meðverðin lét öll myndun átum og nú var verulega dreigð. Nestislausum og illa föttuðum. Því farangur þeirra hafði allir orðið eftir tjald. Eins og verðum að geta vissu þeir ekki hvaðan áð á stóð veðrið. Jú, veitir það alveg. Ég þaðan. Heimir, ég alveg búinn að tapa áttum. Ertu búinn að tapa áttum? Já. Ég þetta með 2 sjöur og 1 gosa. Olsen. Æ, þegiðu, Heimir. Ég vera svona tapsár, Harry. Ég get ekki meira, Heimir. Það vitleis, Harry. Sjáðu bara, það eru margar blaðsjur eftir að handritinu. Við erum 8 virtir. 8 virtir? Nei, við erum bara 2 virtir. Og bara 1, 2. Hríðin svo þétt og hún eins og veggur. Já, en þetta veggur, Harry. Ha? Þetta veggur. Þetta húsveggur. Já, það rétt. Við erum komnir, Heimir. Komnir hver? Nú að reyningnípu. Þangað sem við ætluðum. Guði sé lof. Hér eru dyr. Komdu inn fyrir, Heimir. Ég verði að koma inn strax, Harry. Þú verður spuglur í því að gera snjókall. Komdu inn, Heimir. Ok. Lóksins. Halló, einhver hérna? Halló. Halló, Harry. Þegiðu. Hvað, má maður hilsa? Húsið er styrkjafið. Halló, Sigtryggur. Nei, ég heiti Heimir. Nú, hér er þó talstöð. Við getum þó allavega sendt út neyðarkall. Já, hvað er hann? Hver? Neyðarkallinn? Ég skal senda hann út. Júhú, neyðarkall, hvað ertu? Þá bara maður kunni á þetta apparat. Þetta er Bylgjan, FM 989 og við fáum næsta hlustandi á línuna. Halló. Já, halló. Já, halló, þú ert á Bylgjunni. Já, er ekki hægt að skrúfa fyrir þetta leikrið? Leikrið? Já, með öðrum orðum. Ég svoleiðis að drepast úr leiðindum. Já, þið haldið kannski að ég hafi gaman að þessu. Ráðstöð. Nú já, ekki tekur betra við. Hvað er að þessu fjandans tæki? Jæja, loksins. Halló. Harry Rögnvalds heiti ég. Ég standur hér í veðurathugunarstöðinni á Reyningnípu. Hér er allt mannlaust og við Heimir Snitsel erum hér veðurtepptir. Matarlausir og allslausir. Vinsamlega sendi hjálp í hvelli. Heyrið í mér. SOS! SOS! Mayday! Mayday! Harry! Já? Ekki líta við! Ha? Það er maður á bak við þig með ísöksi! Ha? Komast Harry og Heimir lífsaf ofan af hálendinu. Hver er maðurinn með ísöksina? Hvað var dularfulla þyrlan að vilja í öskrandi fárviðri upp á fjöllum? Verð ég orðinn góður af kvefinu í næsta þætti? Já, halló? Já, halló? Ég er með svar við getrauninni. Þetta er ekki getraun. Þetta er svakamálaleikriti með öðrum orðum. Missuð ekki af þættunum næstkomandi sunnundag þegar að Harry segir Heimir! Og Heimir segir Þú ætti að kalla mig, Harry!
Flutt var Svakamála-leikritið með öðrum orðum. Handrit og flutningur Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Tæknimaður var Georg Magnússon. Missið ekki að svaðilförum Harrys og Heimis á hverjum sunnudegi klukkan 1 hér á Bylgjunni.